Já, góðan daginn og velkomin á Frelsi TV. Mér hefur borist töluvert af áskorunum að skella í stutt live núna út af, stríðsglæpa loftárásum Breta, Bandaríkjamanna og Frakka ásamt Síónistan, áður kallað Ísrael. Þessar þjóðir standa nú fyrir stríði gegn sýrlensku þjóðinni. Það var framkvæmt svona sviðsetning eða leikrit til þess að reyna að réttlæta þessar árásir með svokölluðum eiturefnaárásum Assads á sína eigin borgara. Það liggja engar sannanir fyrir því. Það er engin staðfesting á því eða engin raunveruleika tenging við þær fullyrðingar. Og í fjölmiðlum eru forsvarsmenn þessara stríðsglæpa ríkja að réttlæta sjálfan sig með því að halda því fram að loftárásir sem þessar séu löglegar. Það heitir að dæma í sínum eigin málum. Þeir eru að kalla leiðtoga annarra ríkja dýrsleg kvikindi eða skepnur eða svona orðum sem að maður hélt að væru almennt ekki notuð í milliríkja samskiptum. Og þetta er náttúrulega alveg skelfilegt bergmál aftur til innrásarinnar í Írak sem var hrein stríðsglæpastarfsemi líka. Og lógikin í þessu stenst ekki náttúrulega eins og gerir aldrei í stríðsglæpum. Nú segja til dæmis Rússar, þeir segja að eiturvopnaárásin sem framkvæmd var í Bretlandi hafi verið á vegum breskra stjórnvalda. Það segja Rússar. Og er þá réttlætanlegt að Rússar gerir loftárásir núna á London? Samkvæmt þessari lógík sem verður að bjóða heimsbyggðin upp á hjá þessum stríðsglæpa þjóðum, Bandaríkjunum, Bretlandi, Frakklandi og Síónistan, samkvæmt þeirri lógík sem þeir nota á aðra, þá er full réttlætanlegt fyrir hvaða ríki sem er í heiminum að sprengja eða byrja loftárásir á London. Gjörið öðrum eins og þér viljið að aðrir gjöri yður. Þannig að núna er bara opið spil fyrir hvern sem er í heiminum að gera loftárásir á London. Það er bara opið geim. Og sá sem framkvæmir þær loftárásir getur sagt bara að þær eru löglegar. Það er bara sama þá er bara verið að svara í sömu mynd. En það er heimsbyggðin er farin að sjá hvers konar lyga þvæla þetta er. Og loftárásir þessara 4 ríkja án samþykkis öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna gera náttúrulega Sameinuðu þjóðanna að ónýtum pappír. Sameinuðu þjóðirnar hafa svona ákveðin procedure sem er öryggisráðið og hérna er einhver fuglað tala að gyðingasamsæri, það er bara heimska. Ef einhver stendur á baku þetta þá er það heimspekilega sem stendur á baku þetta þá er það síónistanir. En
það í raun skiptir ekki máli, sko. Við höfum alveg glæpamennina ljóslifandi fyrir framan okkur. Það er forseti Bandaríkjanna, Donald Trump. Það er forsætisráðherra Bretlands, hún May. Og það er forsætisráðherra Frakklands, sem ég man nú ekki einu sinni hvað heitir. Og forseti eða forsætisráðherra Síonistan. Þetta fólk á í raun að handtaka samstundis og byrja stríðsglæpa réttarhald yfir þeim. Þetta alþjóðasamfélagið hafnaði loftárásum á Sýrland og þetta eru hreinir stríðsglæpir. Það þarf ekkert að japla, jumla eða fuðra það. En í því samhengi þá fara að koma upp alls konar svona spurningar sem liggja nær okkur. Til dæmis Ísland, íslenska ríkið, hin íslenska valdstjórn, hún er með aktíft stjórnmálasambönd við þessi stríðsglæparíki. Bandaríkin, Bretland, Frakkland og Síonistan. Og ef að íslenska valdstjórnin og þeir sem að þar eru, ef að þeir slíta ekki umsvifalaust stjórnmálasambandi við þessi ríki, þá eru þau samsek stríðsglæpunum. Og hér með er komin viðvörun við því. Ef að þið ætlið að halda áfram í stjórnmálasulli við stríðsglæparíki, þá eru þið ábyrg fyrir því og hér er viðvörunin til ykkar. Og þegar öll kurl fara að koma til grafar, þá hafið þið verið vöruð við og bent á leið til þess að bregðast við. Og og það sem er náttúrulega ennþá furðulegra er að Vinstri grænir eru í þessari stjórn. Og þeir bara heyrist ekki píp frá þeim. Enda er heimskasta fólk á Íslandi í Vinstri grænum. Það er enginn sem slær út heimsku þeirra sem að kjósa Vinstri græna. Þeir eru sannarlega fremstir meðal heimskingja. En annað sem að við getum gert, almenningur, er að sniðganga vörur og þjónustu frá þessum stríðsglæparíkjum. Bandaríkjunum, Bretlandi, Frakklandi og Síonistan. Og ég hvet aðila til þess að setja upp Facebook-grúppur og alls konar aktivisma til þess að prómótera sniðgöngu á vörum þessar aðila. Og ég náttúrulega legg til að íslenska valdstjórnin sendi heim nú þegar sendiherra Bandaríkjanna, Bretlands, Frakklands og Síonistan. Alltaf í kjölfarið á eða samhliða stjórnmálaslitum. Og sko í raun er með ólíkindum hvað þjóðin Rússar stendur á hól réttlætis í öllum þessum málum. Það er með ólíkindum hvað þeir hafa beitt mikilli skynsemi í vestrænum drullupolla aðgerðum eins og var í Úkraínu til dæmis og Balkanskaganum. Hvernig þeir hafa staðið fast í lappirnar gegn þessu stríðsglæpa herferð sem búin að vera í gangi. Og meira að segja Kínverjar bogna undan árásum.
Það er alveg með ólíkindum. En einhver var að biðja mig um að hafa þetta stutt og ég við verðum með live í kvöld, ég og Guðjón, og þá mun ég væntanlega, ég veit náttúrulega aldrei hvað hann ætlar að fjalla um, en ég mun væntanlega tjá mig um þetta og síðan svona í meira detail atriði eins og þessi Facebook réttarhöld voru náttúrulega, ja, þingnefnda yfirheyrslur eða hvað þetta heitir, það er náttúrulega tengist ekkert persónuvernd eða neinu slíku, það tengist rafrænum maskínum til þess að stöðva svona aðila eins og mig sem tala gegn stríðsrekstri þessara stríðsglæparíkja, að það er markvisst verið að strauja það er erfiðara fyrir þessi öfl að stunda sína stríðsglæpi þegar að fullt af svona litlum aðilum er að miðla raunveruleikanum til þín hér og nú. Og við sjáum bara að íslensku fjölmiðlarnir eða sem sagt Háðfuglafélagið, þeir hafa, til dæmis enginn af þeim hefur tekið viðtal við mig í dag sem er eftirtektarvert. Þeir eru allir með mitt símanúmer 546 34 33. Velkomin að hringja og fá mína hlið á málinu. Þeir vildu ekki tala við hana Evu Barlett þegar hún kom til Íslands fyrir nokkrum vikum eða mánuði, eða sirka mánuði. Það var bara ekki einu sinni tala við hana. Þannig að Háðfuglafélag Íslands, sem að í daglegu tali er kallað Blaðamannafélag Íslands, þeir eru sekir stríðsáróðursglæpi. Og þegar öll kurl koma til grafar, þá mun væntanlega sú félagaskrá nýtast vel. Og þeir væntanlega að fá sína refsingu. Það er náttúrulega annað sem þið getið gert. Þið getið sniðgengið stríðsáróðurs fjölmiðlana og styrt fjölmiðil eins og Frelsi TV. Ég er alveg tilbúin að gera þetta af ævistarfi, sko. Ég hef sett mig í samband við Evu Barlett að fá hann í viðtal hérna á Frelsi TV, af því að íslensku fjölmiðlarnir sniðgengu hann algjörlega. Ég mun halda áfram að svona reyna að teygja mig eftir viðtölum inn á íslensku rásina hér. Og þið sjáið að ég meira segja á Harmageddon sem áttu nú að vera, þannig að Kathy og Newman þykjast vera svo opin fyrir öllum skoðunum að þeir hafa ekki hringt í mig núna í langan tíma og ekki boðið upp á mínar skoðanir í sínum þætti, sem er náttúrulega þeirra máli. Ég meina þetta er þeirra þáttur, ég átta mig alveg á því. En það er greinilega engin áhugi hjá Háðfuglafélaginu að fá aðila eins og Evu Barlett og mig og fleiri sem eru á móti stríðsglæpum. Þeir eru allir útrópaðir geðsjúklingar, eins og var gert mjög ósmekklega við mig til dæmis, án nokkra sannana. Og meira segja vísaði ég í Goldwater-regluna um það að svona samkvæmt siðareglum geðlækna samtakanna sjálfra, þá er þetta ekki viðeigandi. Og landlæknisembættið hefur ekki tekið upp neinar varnir fyrir mig og leyft fjölmiðlamönnum, háðfuglum, að hrópa þetta út sína fjölmiðla án þess að nokkuð gerist. Fjölmiðlanefnd, það er enginn sem gerir neitt, sem sýnir að valdstjórnarapparatið er mjög hlynnt einhliða stríðsglæpastarfsemi. Og meira segja gerist það á meðan að Vinstri grænir hafa forsætisráðherrann. Þannig að ég endurtek, ef að þú hefur kosið Vinstri græna, þá ert þú fremstur meðal heimskingja. Það er enginn á Íslandi eins heimskur og þú, eða heimsk. Það toppar það enginn. Þannig að
Ég mælist til þess að ef að þú vilt fá einhverja virðingu til baka, herra eða frú kjósandi, herra, frú eða fröken eða það eða hvað þú ert, kjósandi ef þú kjósandi Vinstri grænna vilt fá einhvern snefil af virðingu til baka, þá takið þið niður þá sem að sitja fyrir ykkur í þessu stríðsglæpabandalagi á Íslandi. Annars tekur enginn mark á okkur, ever again, sem er nú sennilega orðið raunveruleikinn. Í þessu fíaskói núna, þá hefur komið berlega í ljós að flestar alþjóðlegar stofnanir sem kallað er, OVAF, SJ eða hvað það heitir, þessi eiturefnanefnd, Sameinuðu þjóðirnar, öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, allar þessar stofnanir, World Health Organization, allar þessar stofnanir eru ómarktækar og stunda glæpsamlega starfsemi og yfirlýsingar og rannsóknir sem að standast enga skoðun og fullyrðingar sem eru alveg út úr kú og engar sannanir eða raunveruleg vísindi eru þar að baki. Og meira að segja bara leikmenn sem að eru örlítið gáfaðri heldur en Vinstri grænir. Það er ekki verið nema bara með 3 greindarvísi tölustig yfir Vinstri grænum, þá sérðu að þetta gengur ekki upp einu sinni. Að sko VAFX taugaeitur er svona eitt af sterkustu taugaeitrum í heimi sem drepur fólk samstundis við snertingu, og þetta Novak sem átti að hafa verið notað í Bretlandi er 5 til 8 sinnum sterkara og fólkið lifði af og bara er að fara í holiday núna til Ameríku. Þannig að það er ljóst að þetta eru lokahrun glæpir vestrænna valdstjórna glæpasamtaka er að hrynja. Þetta eru svona örvæntingafullar aðgerðir í því hruni, og eftir hrun þá kemur yfirleitt svona gengi af fólki sem er með höfuðið í lagi og tekur yfir og kemur þessu glæpapakki öllu í réttan farveg, feril, stríðsglæpaferil. Og ég mun til dæmis bjóða mig fram sem forseti á Íslandi, þar sem ég mun tryggja það að allir sem eru ábyrgir fyrir þessu, ef það gerist ekki í dag eða á morgun, eða bara í dag, ef það gerist ekki í dag eða á morgun, að íslenska valdstjórnin segi sig frá þessum stríðsglæparíkjum sem ég hef talið upp, sem eru Bretland, Bandaríkin, Frakkland og Síonistan, þá mun ég tryggja að þetta fólk lendi í þessum réttarhalda farvegi, ef ég verið kosinn forseti sjálfsögðu, sem að ég býð mig fram í undir merkjum hostile takeover. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna. Þakka fyrir komuna, muna subscribe ef að sumir þora ekki einu sinni að leggja nafn sitt við þessa rás. En ef að þið viljið þá getið þið subscribe, það er alltaf ákveðinn stuðningur í því. En þið getið deilt þessu myndbandi sem víðast, ef þið þorið því, það er nú margir sem þora því ekki einu sinni. Og svo getið þið náttúrulega styrkt stöðuna, og ég vil þakka þeim aftur og enn sem hafa styrkt stöðuna, eða stöðuna hafa styrkt Frelsi TV. Og ég minni á að það er djúpköfun í kvöld klukkan 7 á íslenskum tíma, klukkan 9 á mínum tíma, og allir velkomnir þangað. Takk fyrir. Bless.